Jæja, velkomin í mömmulífið. Velkomin. Við vorum að fá geggjaða gest til okkar. Já. Við erum smá svona steiktar því að við erum búin að vera oft eitthvað, maður er búin að taka upp þá er maður búin að taka upp og tala svo lengi og núna erum við bara, ég held að segja bara loftlöst hérna inni eða eitthvað. Við getum ekki hægt að hlæja. Já, við getum ekki hægt að hlæja. Þannig ég ætla að reyna að horfa ekki á Ástrós. Þannig, nei, ég held að það sé bara best fyrir alla. Nei, sko, við verðum nú svo steiktar á því. Við mættum líka frekar snemma og eitthvað. Já, við erum búin að, og líka, þú veist, já, það er eitthvað líka langt sem við hittum stráka þannig. Þetta sé það. Já, en við allan vorum að fá geggjan gest og vorum svo gett ánægð með, hún er búin að vera á listanum okkar svo ótrúlega lengi. Já, hún er Elisabeth. Já, Elisabeth Blöndal. Ljósmyndari og já, bara hún er mamma. Já. Og við fórum á bara alls konar, spjöllum alls konar og bara... Já, ég held að vera geggjaði þáttur og líka bara svo, það var svo margt sem hún sagði sem ég var bara eitthvað, hún kom með geggjaðan punkt. Sérstaklega bara þannig ég mæli með að hlusta áfram og bara, ég veit við segjum þetta alltaf með alla þætti. Við erum alltaf bara þessi þáttur, krakkar, en ég mæli með. En mér langaði svo mikið að mæli með einu því að núna er sumarfríið. Styttist og mér langaði svo mikið því að það var sko náttúrulega bara ef það kemur smá sól þá er maður bara ok, fara út að leika í sund eða eitthvað og maður langaði svo að mæla með að nota Netto appið og bara fá heimsendingu í staðan fyrir að vera eitthvað svona inni í sólinni að versla. Þú veist, það er náttúrulega bara, þannig ég mæli með að ég sækja sér samkvæmsappið og maður fæ náttúrulega, maður safnar inneign og það er svo næs að þegar þú verslaðir þá færðu þau sendingakostnaðin bara sem inneign sem er geggjað og safnaði bara inn og líka mér langaði svo mikið að mæla með að kíkja á hana Anglamark sólavörnina það er sko bara engin aukaefni, engin ilmefni og þetta er bara svona ótrúlega svona flott sólavörn, svona góð í leikskóla töskuna og líka bara fyrir sumari eitthvað neginn. Þannig ég mæli með, heyrðu, og líka Anglamark bara yfir höfuð, ég sá þetta, var valið sjálfbærasta vörumerki í Danmörku, annað ári í röð. Vá, finnst ekki magnað? Jú, ég sé ekki. Ég held að vera aðeins peppari. Nei, ég sé bara, vá. Já. Ég veist það. Við erum svo mikið að reyna ekki að hlæja. Nei, ég veit það, ég er bara æðislegt. En já, það er magnað, sko. En þú ert í ótrúlega sætum ból. Herra, ég er bleikum stuttmaból. Hann er geggjar. 9 kríubólnir, þeir eru geggjar. Hann er ógeðslega flottur, það er sjúklega vel. Thank you. Ég var að segja, ég er bara svo skrítið. Brúsi minn líka. Ég er búin að vera með eitthvað svona bleika dellu og eitthvað. Já, meðan geggja og listir í þættinu, heyra eftir, þú erum svona bleikt ský yfir. Þetta er eitthvað, það er komin einhver orka yfir eitthvað. Ég veit ekki hvað gerðist. En sko, ég mæli svo mikið með að kíkja á út að það er líka komin svona krakkakríubólir og líka bara stuttumabólir frá 66. Já, það er svo næs, það er bara svolítið þykkur, hann er alltaf svona veglegur og líka minnst ógsta kjútlitur, hann kom líka í gráu. Já, það var kría stuttmabólan fyrir fullorðna og það kom fyrir litlu og kom líka svona nýtt svona ljósbleikur sætur, þú sem fyrst Áslaugur. Já, hann er ógeðslega sætur. Bara með svona lókóru fram og bara svona pastelbleikur. Já, ótrúlega fallega bleikur því að það er svo fyndið, mér finnst sko faraði með dóttur minna ótrúlega vel að vera bara í bláu, þannig ég kaupi mér sjaldan eitthvað svona rosa bleikt. Segi það núna, hún áfyllt á bleiku en þannig þessi bleiki er ótrúlega fallegur og er alveg eins og fullorðins þannig hún er alltaf að segja eitthvað, ég er alveg eins og pabbi því að hann á svona, þú veist þannig þau eru eiginlega matching, sko já, þannig við mælum með því, sko. En svo verðum við líka að tala afsláttarkóðan sem við erum með þá með í gangi hjá Leifur Spa. Mömmu Livit. Yes, fyrir 20% afslátt. Það munar ekkert smá. Það er mjög mikill munur á 20% og líka þetta eru bara svo ógeðslega hágæða vörur. Ég er búin að vera að nota glóið. Já. Með sem er appisnugula Já, sem gefur svona smá tan. Já, þú verður svona smá fresh. Já, en líka bara, þú veist, mér finnst þetta geggjað að vera með þetta undir meik, maður er bara svona, þú verður alveg pínu shiny á þessu, en ég fíla að vera bara hestagláður fyrir að sofa, þá vill ég, eins og Hailey Bieber segja það best, vera bara like a glazed donut. Já, það er best, maður á að vera það, maður vill vera bara
löðrandi, sko. Líka þetta ógeðslega flott vara. Ógeðslega flott. Og líka bara, sko, það munar svo mikið líka 20% og líka með núna á sumrin, þá svona breytir maður oft aðeins skincare rútinni. Og það alveg næs, og veist, maður kannski mikið í sólinni og ég finna bara húðin minn miklu svona þurrari. Ég var einmitt kom heim núna og lendi bara einmitt fekk svona löðra í glóin á mig. Ég setti þess að glóserumið og rakamaskana yfir. Var bara árið fór svo ekki af því að ég er búin að vera mjög þurr nefnilega eftir að ég kom heim. Ég sko þótt að, þú veist, það ekki náttúrulega búin að vera mikið sóla eins og því á Íslandi viti, en það samt sko var sóladagur gær okkar. Ég var alveg smá bara stygt í andlitinu eftir daginn og ég var að mitt bara svo næs að setja sér rakamaska og líka bara, þú veist, mér finnst líka bara svo mikið trýta sig, eða skilu, bara gera eitthvað fyrir sjálfa sig, sko. Þannig við mælum með að nýta the code. Það muna, heyrðu, smá útútur, ég sá líka þau eru að fara að koma eitthvað trillt hótel eða eitthvað. Ég sá Birgit að vera að setja inn eða eitthvað og ég var bara, oh my god, hvað svo geggjað. Bara svona side note, alltaf gerast. Þannig, en ég held að, svo varst eitthvað, hvernig, þú veist, eitthvað varst úti, varst eitthvað með, snudduboxið? Já, ég notaði snuddubox úti. Það bara mikið rétt hjá þér. Ég ætlaði að mynda að spyrja því. Við fengum með mitt snuð, Bibs snuð, áður við fórum út og ég bara, þetta eru bestu snuðin af því ég líka bara skil ekki, þú veist, það er svo næst að geta gripið í þetta, eins og þú sagði, hvað sem er og og maður er alltaf svo gjarn að týna þessu, sérstaklega þegar maður er aukstur á ferð. Jesús. Þess vegna svo geggja að vera með þetta box af því þá var það bara fast onni, ég vissi bara að það var alltaf aukasnuð í boxinu, þú veist, í skiptöskunni. Það er lifehack. Og svo var ég með eitt sem að hún bara fór út með, skilur, en ég var alltaf með aukasnuð, skilur, af því að ég veit ekki hvernig ég fyrir að ég að týna sér svona, sko. Nei, það er bara líka heima á mér. Ég bara, það er eitthvað snuddu alveg sem bara... I'm gonna blame her. Blame the kid. Mér er bara jökull, helst alltaf að vera með 3. Þannig það er ósa pakki að vera alltaf að finna 3. Hann er alltaf með 1, svo rotate hann þegar hann er búin þú veist, lengi þegar hann er kalt og hann er bara þannig það er ekki þannig það er ekki nóg bara að finna 1 snuð. Það er bara það er nokkur sko. Þannig, en mér langaði líka, við glemdum, ég fattaði ekki, þú hefur auðvitað að taka með hann að Bibs hangklæðin út. Það er svo cute. Líka þú veist, út að ég veit að margir er að fara sko í nafn, mér finnst það ekki smá sumrin, þá er oft svona skýrnar og nafn, margir kannski býða fram að sumarið, ógeðslega sæt skýrnagjöf að gefa svona hangklæði. Mér finnst það eitthvað gleymast oft. Finnst það ekki? Jú, mér finnst hangklæði bara, maður fær það ekkert oft. Nei, og líka... Og það er svona eitthvað sem maður er svona eitthvað, herri, það vantar þetta. Það er næs að eiga gott hangklæði, sko. Já, og þau eru ógeðslega cute, þessi. Já, bara til, þú veist, hvít eða, og allt svona pastelitir, náttúrulega bara fallegir, sko. Líka brúnt, brúnt. Það? Já. Ó, cute. Já, ég hef mynd grænt fyrir jökul með svona, þú veist, eyrum, skilu, þetta er svo cute, sko. Mér finnst allan að góð gjöf, sko. En þetta ekki skýrnagjöf fyrsta árið? Já. Ég held að maður ekki skýrnagjöf fyrsta árið, en já, það er náttúrulega vík gjöfin, sko. Já, ég líka bara, oh my god, litla frænka mín er að fá nafn bara eftir nokkar vikur, sko. Ertu ekki spennt, eða vistu það? Nei, ég veit það ekki. Og ég var að segja við bróðum minn og hann eitthvað svona, þú veist, ég ætla að baka fyrir þau og eitthvað, og ég get líka gert eitthvað svona marinstaf, en þá verði bara að segja mér nafnið, og bróðum minn var bara ekki eins að reyna þetta gamla, en kærast, það var svona svo chilli, hún eitthvað, já, við getum alveg gert það, þú veist. Já. Og bróðum minn var bara, við erum ekki að fara að segja nafnið, þau ætla að hafa þetta alveg bara surprise, sko. Okay. En ég veit ekki hvað þau gera. Gerðið þú eitthvað svona fun, eitthvað tilkynnti nafnið í veislunni? Nei. Já, þú skýrðir hana, já. Já. Ég er náttúrulega, þú veist hvernig ég er, mitt var skýrð. Halleluja. Þú veist, já, ég held samt ég blessi næsta barn af því að við ætlum að skipta, skilju. Mér langaði að hún er blessuð. Hvernig virka það? Í Hvítusunnukirkjunni þá var þetta bara svona, þá blessaði börnin og það er bara ákveðin prestur sem ég þekki sem ég er svo hrifin af, sem að gera hlutina svona. Og þá er þetta, skilju, þá skýra, pældi hvað þetta falleg hugsun að þau skýra sér þá sjálf, þau velja
Guð sjálf. Já, ekki við erum ekki að skýra þau heldur. Nei, þú tekur sjálfur skýrt. Já, mér finnst það svona barna blessun, en þú getur gert bara alveg svo nafna veislu og gert allt í kringum það og bara ég vissi ekki að það var hægt. Já. Mér finnst mér finnst áhverð, ég nefnilega þú veist, alveg, ég mun alveg gifta mig í kirkju og allt svoleiðis, en við mitt út af við erum ekki, þú veist, þetta er bara, þú veist, ég hef alveg getað skýrt þau, en svo ákveðu bara nefna þau, en það er svolítið, áhugavert með þessa barnablessun. Þau eru ekki skýrt. Nei, þau eru bara nefnd. Já, Adam talaði um það, því mér langaði að blessa hann vildi að þegar hann bara hæði vesen líka, þú veist, ég vill hún sé skýrð. Já, þetta var rosa svona dilemma, en ég var að mitt bara svona æjóta því við erum ekkert eitthvað þú verður að skýra sig líka þá ef þú ætla að fermast. Já, þú veist, þannig, en veistu hvað, ég var að hugsa daginn, horfður eitthvað til mann á hana, þetta er mjög út úr brúðkaupsþáttina hana, Nei. Ok, það var skjáinum og það var ógeðslega margir að gifta sem svona ásatrú og núna var ég að hugsa daginn bara, er það alveg búið það? Þá voru alltaf svona það? Í svona vikingafötum og allt. Ég veit ekki alveg, ég er ekki aftur að mynda þessu það var svona ása. Já. Ég veit ekki hvort það hefur eitthvað flippað eitthvað, ég þarf vel að spyrja það betur út í þetta Því að ég var alltaf að hugsa daginn, það var rosa fannst mér þegar við vorum svona byrjun 2000, þá fannst mér margir alveg svona að gifta sig ásatrú og þá var eitthvað svona, veist, ég man bara eftir svona brúðkaupsþáttum, þá var að drekka úr svona hotna dýri eða eitthvað. Já, ég ætla að bikara eitthvað. Já, eða bikara eitthvað. Ég veit ekkert þetta Nei, ég veit ekkert, en mér varst bara svona áhugavert því ég bara, ég er ekkert búin að sjá þetta, þú veist. Það er enginn á Instagram eitthvað bara, áhugavert, en við erum allavega með geggjaða þátt fyrir ykkur. Já, bara gjörið svo vel. Njótið. Já. Jæja, velkomin í mömmulífið. Já, takk. Elisabeth Blöndal. Velkomin. Hvað segir þið? Takk fyrir, ég segi bara gott. Ekki? Já. Takk fyrir að koma. Við erum alltaf bara búin að bíða spenntar. Við spurðum þig áður en serían heldur byrjaði. Já. En við erum búin að tala um að fá þig frá því að þú tókst myndirnar fyrir. Já, er það? Já, við vorum bara, en svo, þú veist, vissu kannski eitthvað, kannski ekki til og við vorum bara svona líka að reyna að finna út svona, þú veist, hvenær verið rétt í tíma. Já. En svo spurðum við þig, þannig að ég í partíinu. Já, ég bara, Þú var bara, nei, ég veit ekki. Svo kom ég líka, Þannig við ákveðum að gefa þér smá tíma. Já, og svo þið er búin að planta fræði. Þannig það var ekki að fínt. En velkomin til okkar í Good stúdíóið og okkur langaði svo mikið að gefa þér fullt af Good-verum. Þær eru bara, þú verður að fara bara helgin og gera eitthvað gæðigan brönns. Þetta er svo mikið að tóti. Nice. Þetta er sultur og síróp og þetta er íslenskt vörumerki, vissu það? Nei. Þetta er íslenskt merki. Já, og ég sá að hana Kelly, þetta er Kelly 90210. Horfðu ekki það, David Lins, hún elskar þetta. Já, ég sá það. Er ekki mamman? Ljósaða gellan. Já, ég veit hvað þú tala um. Nei, já, í gömlu. Svo kom upgraded og þá var hún orðin mamma. Ég man eftir því. Ég er að tala um hana. Alla gamla og allir eru svona snúa svo ekki að hægt við svona. Já. Veit ekki að það tala um. En þú varst líka að segja eitthvað með netusmjörið, eða ekki? Elska. Adam bara kláraði það, var bara, we need more. Það er ógeðslega gott. Ég held að þetta er að fylla, það er svo mjúkt og juicy, Það er juicy, Nice. En við okkur langaði svo mikið bara að byrja á bara eitthvað svona léttu, bara svona að þú segir okkur aðeins þig. Já, vilt. Ég er bara ljósmyndari. Já, einmitt. Með 2 börn, konu. Og hvað vil ég vita? Þú náttúrulega, mér langar svo mikið að vita líka bara ljósmyndina og hvernig þú byrjaðir að hafa áhuga á því, því að þú byrjaðir hvernig mörg ár síðan, eða veist? Já, 2017 tók ég fyrsta borgaðverkefni. Já, einmitt. En ég man eiginlega ekki eftir því þegar ég fór að hafa áhuga. Það er eiginlega bara, það hefur einhvern veginn alltaf verið. Já. Og þegar mamma var með svona gamla filmuvél, með eitthvað svona útræðanlegu flassi og ógeðslega tjönki. Ég elskaði að grípa í hana, Já, það geggjað. En þú hefur alltaf verið með þá svona gott auga fyrir. Já, allavega finnst þetta gaman, að taka myndir. Já.
Fórstu ekkert að læra eða Nei. ertu self-taught? Já. Ég fíla self-taught people. En hvernig það, en samt mér finnst eins og að vera ljósmyndari og líka bara að vera listamæður. Þetta ótrúlega svona, þú veist, að ég fatti, þú veist, maður getur verið í skóla að læra þetta, en svo held ég sumið bara með þetta. Þannig, fatti hvað ég meina. Þú veist, Já, ég sko var þegar, flugfröðudagarnir mínir. Já, þá, þú varst flugfreyja. var ég mikið að taka myndavél bara út í stopp og svona. Og var einhvern veginn búin að kenna mér þetta allt bara, þannig að mér fannst einhvern veginn ekki taka því að fara svo að læra það. Einmitt. Þannig, Já, en svo varstu líka eitthvað tíma með Írisdögg, Írisdögg sem svona aðstöðar. Jú. Þannig þú Ég var að hjálpa búin að henni. vera dugleg líka að koma þér bara á framfæri sem ljósmyndari. Já, Það bara fengið mörg góð tækifæri. Já, ég sá um eitt mynd, Vogue Scandinavia. Ég var bara, oh my god, var eitthvað, bara það rugglað. Á svona eiginlega, ef þú hugsar úti á svona frekar stuttum tíma, finnst mér. Já, Þú veist. ég mikið að heppina fá svona mörg verkefni hann hjá Reykjavík Edition hótelinu. Já. Og þetta var bara í gegnum það. Ókei. 2 skipti sem að Vogue var að koma. Þetta online. Já. Þannig, já, en það var mjög gaman. Það var Vogue, gegn. það ekki bara komið á allt online? Mér finnst það kaupir áskrift núna bara online. Já, skilur. einmitt. Já, sérstaklega Vogue Scandinavia, það bara svona eitthvað online. En mér finnst það samt alveg flott, ég að með að fylgja þeim, þú veist, á Instagram og það mér finnst það líka bara svo geggjað þegar maður sjálfur bara leitar á netinu, eða skilið, þú veist, þetta öðruvísi. Já. Því miður, maður ekki lengur eitthvað fletta blöðum, sko. Nei. En getur þú sagt okkur meira svona, þú veist, hver Elísabet? Hvaðan ertu, þú veist, langaði þér alltaf að vera ljósmyndari, þú veist, segðu okkur eitthvað meira. Já, ég er úr Hafnarfirði. Hafnarfirðingur, mikill, já. Guður líka alveg. Sveiklit og flyttir Reykjavík. Já. En, já, hvað var spurningin? Sko, líka bara, sko, ég man eftir, þú veist, líka, þegar við kynntumst, þá var ég flens, eða eiginlega þegar við byrjum að vinna saman leikskóla. Já. Hvað, varstu ekki þá í ykkur svona námi, eða, þú veist, vissur þá varstu líka bara svona... Já, þá var ég sko bara nýútskrifuð úr framhaldsskóla og fór svo eftir leikskólavinnuna, þá fór ég til Asíu í bakbókaferðalag. Já, einmitt. Flutti til Parísar, læri frönsku. Já, það var nefnilega, ég var að mynda að hugsa, þú hefur gert svo mikið. Þú fórst með til Parísar. Já. Vá, var það ekki upplifun að vera að ferðast og síðan að búa í París? Jú, mjög mikið og bara borgin svona heila. Stal hjartanum. Já. Hver var þetta? Þetta var 2013-14. Já. Og hvernig, þú veist, hvað kom til? Ég bara æventýra þrá, sko. Já. Ég ætlaði ekkert að fara til Parísar, ég var alltaf að leita mér eitthvað í Suður-Fraklandi, eitthvað svona hlýra. Já. Svo bara endaði ég þarna og hafði aldrei komið til Fraklands eða neitt, sko. Svo var ég alltaf bara eitthvað ein þarna að læra á metróinn og eitthvað. Varstu bara ein? Já, þú veist, ég var au pair. Já, varstu au pair. Hjá franskri fjölskyldu, var að passa þarna 4 stráka. Þvílíkur undirbúningur. En þú erst það svona, greinlega svona algjör barnamanniska. Já. Því þú vannst á leikskóla og svo varstu au pair. Ég elska líka. Já, mér finnst það ótrúlega. Já, þú verður alltaf með líka svo hlýja og góð orku, sko. Þannig það er... En fannst þér ekki líka að læra mikið á, þú ásturs líka að tala mikið um að búa erlendis. Það er svona móta mann, mikið. Já, mjög mikið, já. Og líka, það voru svolítið gaman að búa hjá franskri fjölskyldu. Já, einmitt. Og bara einhvern veginn allir siðirni þeirra. Allt er þessi kultúr. Já, guð, ég tók þetta allt með mér heim. Svona mistuglega að fara eftir. Fannst þér ekki, eitt sem ég tók, ég bjó náttúrulega í Fraklandi alveg í 2-3 ára eða eitthvað. Já. Og eitt sem ég tók, náttúrulega, þú veist, ég fekk áfall þegar ég var náttúrulega bara 16 ára þegar ég flytti út. Já. Og ég seti matarborðið og einmitt býin á franska fjölskyldu og þau eru bara, þú veist, viltu vatn og eða viltu, þú veist, rósavín með, þú veist, makki á borðum og ég bara, ég ekki lægið með þetta fólk þú veist, hún er að gefa mér áfengi skilja alveg hérna en þá nú svona alltaf bjómar þarna í ekki nægslangan tíma og maður bara, þú veist, ég tengdi bara vín við mat
Já. Og ég kom heim á þessum aldri náttúrulega og bara alla vinkunum mínar búin að vera bara hauslisar í MS Já, bara með landa og bara eitthvað vodki Red Bull og ég var bara Þetta er, já. Og mér fannst svo geggja, þetta er eitthvað sem ég tek með mér og langar að kenna, þú veist, bara börnunum mín líka, skilur að, þú veist, að hvernig að tengja áfengi við eitthvað annað heldur en bara að þetta líka gera, heldur en að fara bara í blackout. Ég var bara í áfalli og mér fannst þetta svo magnar, skilur, hvernig að tengja þetta saman, skilur, og kynast þessu og bara að þetta er svo allt öðru í þessi kúltúr. Heldur en okkur, fannst þetta ekki skrítið að fara úr, þú veist, íslenskum kúltúr yfir í franska? Jú, sko, það sem ég fannst skrítnast var, þú veist, bara mánudags dinner. Það var bara risa salatskál á borðið. Allir bara fengu sér bara vel af salati, borða bara þvílíkt róliheitum. Ég bara, ætli ekki. Og sko, það byrjar enginn að borða fyrir en allir eru sestir. Og einhvern veginn, ef einhver vill fá sér vatn, þá, þú sko, hellir ekki bara í glasið þitt, þú fer allan hringinn og ef vatnið er búið þá fer það að sækja meira. Vóku það er samt fallið svona borsiðir. Og líka bara ef það er eitthvað svona smá eftir af matnum, þá er alltaf bara, vill ekkur fá, þú veist, og ef þið langar í, en einhver annar segir já, þá svona annarkvort bara gefuru, eða að þeir deili þessum litla bita. Já, þetta er svo falleg. Vóka það geggjað. Ég er að fylgja ykkur á TikTok, hún er svona amerísk mamma sem býr í Frakklandi og hún er alltaf að segja, þú veist, bara skólamaturinn hjá barninu er bara eitthvað sko eins og veitingastað og það er bara, þú veist, bara ég held að svo Heitlandi er allt svona miklu einfaldar, svolítið svona eins og Ítalið, þú veist, maturinn og svona, ég veit ekki, svona meira náttúrulega frá grunni og organik og svona, og einmitt, hún er alltaf bara með vín, bara eftir, þú veist, vinnu og allt svoleiðis. Það er alltaf með svona risa, svona póka á hjólum, á markaðinn, kaupa. Lappa bara með þetta út allan bæ. Þetta er svo Heitlandi, þetta er svona algjör draumur. Svona slow living. Við sem ekki fyndið með salati, það er svona, þeir borða salat fyrst, svo kemur, þú veist, kjötið og nánast kartöflurnar í sikur leik, sko. Það er bara engin sósa, nei. Þeir myndi aldrei setja, þú veist, salat á diskin sinn. Nei, ekki með. Ekki með, það er bara fyrir. En það er gott fyrir blóðsykur. Núna er orðið svo mikið svona vítunduvægni og ég held, þú veist, núna, það er allir svona að fatta meira og meira, þetta þarf ekki að vera svona ógeðslega flókið, þú veist, maður er búin að flækja svo margt, þú veist, alls konar, sko. En salatið, það er ekki bara eitthvað svona boring salat, það er svona frönsk dressing, og manstu eftir því. Og ég ger þetta heima, strákur minn, hann er að verða 6 ára, hann dyrkar þetta. Mamma, getur þú gert salat með dressingu? Já, og svo bara sleikir hann diskinn, þú veist, þetta er svona fancy, svona Dijon sinnef, balsamiketik og olía. Svona, maður myndi ekki trúa eða kannski krakkar Oh my god. En talandi börnir, þú átt 2 börn, ekki? Jú. Á hvað aldrei er þið? Hún er að verða 4 núna og hann er að byrja í skóla í haust, verða 6 ára. Oh my god, það er huge. Það er í skóla. Þannig það eru svona 2 ár eða tæp 2 ár. Það er 20 mánuðir á milli þeirra. Guð mig góður, það er svaka. Það er svona alltaf róast núna. Ég er í þessum, ég er alltaf bara, Guð mig góður. En já, ég trúi, það er aðeins svona örgla. En hvernig, okkur langaði nefnilega svo mikið að forvitnast. Þú átti þess að strákinn fyrst og hann er með 6 ára núna og okkur langaði svo mikið að vita bara ferli að þér og Evu. Eru þið giftar? Já, við erum giftar. Eru þið giftar? Við erum giftar. Út í ég var alveg kærastað, unnustað. Já, ég segi bara konu. Já, konu. It's like grown up. Já, maður á að segja það. Ég er alltaf ennþá bara kærast minn. Mér finnst það svo sæðilegt. Ég er alltaf maðurinn minn, svo er ég bara, það ert ekki maður. Það er svona hinta í leininni þegar ég segja það, sko, bara. Samt ekki. Já, þetta er auðvitað flókið. En ok, já, þú og kona. Því sem sagt, hvað er búin að leggja saman? Við erum búin að vera saman síðan 2014, hann er bara 10 ár. Vá! Já. 14? Já. Kynnumst þarna 2012, sko. Já. Ok. Og þekktust þið eitthvað fyrir? Náttúrulega báðar úr... Já, og svona kunningjar úr Flensborg. Lensunni. Já, svo kynnumst ekkert fyrir en eftir að ég útskrifast. Hún er árið eldri. Já. Þannig, já, þá svona...
rough start. Svona aðalega minni hálfu, ég átti mjög erfitt með þetta, svona talandi það, að byrja með bara stelpur, sko. Já. Er það fyrsta kærastæðin þá? Já. Já. Í rauninni. En þarna var ég sko úti líka í París, þú veist, þannig við byggum ekki sama landi og eitthvað svona. Já. Þannig, en það var alltaf eitthvað svona fling. Svo þegar ég flytt heim, þá bara einhvern veginn. Já, náum við saman aftur. En einmitt eins og það, því að hvenær, þú veist, komst eitthvað tímann út bara úr skam, eða þú veist, hvernig... Ekki beint, sko. Mér fannst ég ekkert þurfa að fara með eitthvað tilkynningu, sko. Það svolítið fyndið. Maður svona einhvern veginn þarf alltaf að tilkynna þetta. Já, það ógeðslega skrítið. Mér finnst það nefnilega gett svona skrítin pælinga, maður pæli að ég ekkert bara, já, ég gagnkynhneigð, eða þú veist, ég þarf ekkert að segja, þú veist, mér finnst eitthvað neginn... Þú veist, alltaf þegar ég hitti nýtt fólk, þá ég, ég að koma til skápnum aftur núna, eitthvað neginn svona endalaust. Já. Það auðvitað líka svolítið svona, og líka, mér finnst alveg tíman að hafa breyst, einmitt þegar þú og Eva byrjaði saman, maður bara, þú veist, vinkonu mína voru líka marga bara svona að finna út svona hvað þær vildu og svo leiðis og minnst bara núna í dag þetta orðið miklu minna svona að vera að leibula fólk eitthvað neyri. Já, kannski. Finnst það ekki? Jú. Eða hvað finnst þér? Sko? Ég held, jú, að einhverju leyti, en ég þekki það kannski ekki. Ég rosa sko, kannski aðeins og lítið að spá í þessu. Já. En eins og þarna þá fannst mér ég bara svona þurfa að gera mitt án þess að vera eitthvað að spá ómikið í því, annars hefði ég bara ekkert byrja með henni, sko. Já, einmitt. Já. Það finnst það svo áhugavert eitthvað neginn. Líka allt þetta sem betur fyrir umræðin og þetta allt komið bara miklu lengra eitthvað neginn. Já, opnara. Þú veist, á bara svo stutt tíma maður pæli í því, sko. En sko, sumir eru mjög opnum með þetta. Ég svona ekki affectionate, svona út í bæ, en eins og við fyrir til útlanda, þá ég ekkert endilega að leiða hana út á götu, sko, svona bara til öryggis, þú veist. Ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað svona panik í mér eða, skilji. Það áhugavert. Já, kannski svona varna viðbragð, ég nenni ekki að lendi í einhverju. Einhver svona áhætti og svo leiðis. Já. Og hvernig Eva? Hún, þú veist... Hún miklu chillari, sko. Já, chillari, já. Já, hún var náttúrulega komin alveg, hún var, þú veist, hún átti kærustur fyrir og svoleiðis. Já, þannig þetta svona, líka bara svona, örgulega svona, að ég veit það ekki, mér finnst þetta bara búið að breyta svo ótrúlega mikið, bara sem maður var í grunnskóla og einhver strákur var kannski bara, þú veist, það var eins og það væri bara eitthvað svaka, eða þú veist, þetta var svo mikið svona, það var miklu meira mál þá. Já, miklu meira mál þá heldur en eins og einn vinur minn var samkynhneigður og það var bara svona eitthvað neginn, þú veist, það voru pottið örgulega miklu fleiri, þú veist, bæ eða... Sko, mér fannst þetta svona búin að skána hvað þetta var þar, svo svona bakslag aftur í gangi núna og... Hvernig myndir þú lýsa því? Hvernig finnir þið fyrir því? Sko, ég finn ekki fyrir því, en ég heyri það svona, þú veist, hjá kannski yngri krökkum. Já, ok. Það? Já, svona allt í einu aftur. Það eitthvað sorglegt. Mér finnst svolítið svona conservative fara að vera geðveitt mikið inn eins og allt þetta með því kallin á að vinna konan heima hafði ekki séð þetta ókslega mikið umræðinni. Já. Finnst allt svona eitthvað svona eins og allt gamaldags sé gett inn í tísku, já. Ó, ég alveg búin að missa því. Það er búin að vera TikTok-i við það kannski, maður búin að heyra alveg svona í umræðin svona bara ég veit ekki, frá alveg ungum strákum sem er bara, já, kona mín að bara vera heima að vinna. Já, það hana, þessi gæi náttúrulega. Já. Sem, ég man ekki eins og hvað hann heitir. Þessi sem var á TikTok að bara svona fyrirlita konur og eitthvað. Já. Já, það alveg það nokkri sem eru bara, þannig mér finnst þetta að vera svona svolítið fyndið, það allir með eitthvað svona, þannig óslega leiðilegt að heyra að það sé komið, þú veist, smá aftur tilbaka, þú kannski bara upplega ekki, en leiðilegt að yngri krakkar sem eru kannski upplega alls konar tilfinningar sé að upplega náttúrulega svo áhrifagjöld af alls konar sem er inn á TikTok og þessu. Já, þetta en okkur langaði líka svo mikið að vita og þið eru búin að vera saman þá hvað lengi að þið ákveða ykkur langar í barn? Sko, mér finnst við hafa verið svolítið svona fljótar á vagnin. Já, okkur alltaf báður langaði að vera mömmur og fengum eitthvað svona
baby fever. Já. Ég held sko upp úr 2016 byrjuðum við eitthvað að spá í því. Það? Já. Wow. En já, Eva, hún gekk með strákinn sem eldri. Já. Og já, ef við förum út í ferlið, þá var það svona smá brusulegt, kannski, en ekkert eitthvað hræðilegt. Við fórum í Livio. Já. Tók alveg rúmt ár, sko, að hefnast. Hvernig virkar þetta prósess? Ef ég má spyrja, þú veist, hvernig bara svona, ef þú getur tekið frá byrjun í enda eða? Já, við sko, náttúrulega vissum ekkert þarna, fórum bara í Livio, og áttum bókaðan fund með félagsráðgjafa áður en við fengjum að halda áfram. Ok. Sem var mjög spes, eða svona, þar var verið að spyrja, þú veist. Mjög skrítið að þar kom inn félagsráðgjafan. Já, ég held reyndar að allir þurfi. Já. En þú veist, að því að við vorum kona og kona, þá var spurt þú veist, karl ímyndir og við þurftum bara að telja upp, þú veist, bara. Já. Fyrir barnið, af því að það er bara mikilvægt. Þurftu þið að telja upp karl ímyndir sem þið ætlaði að sína barninu eða sem þið ætlaði að hafa fyrir barnið? Ég beilast, sorry. Ég er bara hættu. Má ég spyrja, hvað nefndur þau? Þú veist, bara frændur og bróðir hennar og pappa og eitthvað. Já, býðast þið bara eitthvað, sá bara eitthvað Robert Downey Jr. Já, hérna það væri fyrirmyndin fyrir það. Nei, bara það þurfti að vera eitthvað kallmann. Nefndur við bara, Arnold Schwarzenegger, hann er a man. He is a man with testo, ok? Nei, ég er ekki Ég var með plakkat á honum and my baby will be fine. En mér finnst þetta svo fyndið að þið þurfa, þú veist, ég kemst ekki yfir þetta að þið þurfið að gera þetta. Akkur þurfið ekki þá allir frikkin foreldrar að gera þetta. En fattar hvað ég meina? Því að þú veist, þú getur líka bara orðið ólétt eftir einhvern bara algjöran fávita, skilur við. Æ, fatti, þú veist, þetta er svona, ok. Þú veist, þetta truflaði mig ekki á sín tíma. Ég er rosa mikið svona, þú veist, bara ef það er einhver með svona leiðilega orku í kringum mig, ég nenni ekki að fá það, þú veist, taka það til mín. Þannig að þá er það bara svona, ok, þetta gerðist búið. Líka í þessu ferli og ertu kannski svona viðkvæð, eða skilur þú veist ekkert, en já, svo fyrir við í svona sem kallast tæknisæðing. Já. Þurftum að gera það 5 sinnum með hana. Það er bara svona. Er það eðlilegt? Eða, já og nei. Eðlilegt, eða skilur hversu oft? Það er bara mjög misjætt. Sko. Rosa misjætt. Það er bara mjög erfitt að segja það, sko. Já. Já, mér fannst smá svona eins og að vera að kalla okkur aðeins kannski seint inn eða eitthvað, mistum að frjókurna glugganum eða eitthvað svona, en ég veit það ekki. En við endum svo sett í eggheimtu með hana og þá er bara hvað segir maður? Eggin er ekki tekin til að búa til embryos. Já, þá þú færði eitthvað svona sprautur til að fjölga eggjum. Ég konur nefnilega sem hafa farið í Livio sem að þetta var einmitt bara nákvæmlega þannig alltaf bara með manninu sínum fólkskilu og þá er þetta einmitt maður, þú veist, þá einmitt búið til, þú veist. Já, það er bara svona sett saman. Við eigum, þú veist, bara timelapse af fósturvísinum verða til. Já, heitir þetta fósturvís. Já, bara fruman, sæðisfruman og eggið, bara svona saman. Já. Bara timelapse. Það er svona bara eitthvað, þið getur gæðið eitthvað heimildum þannig að næsta ammæli gera eitthvað svona gæðið heimildum. En já, og það hefnaðist í fyrsta. En það var náttúrulega tölvöld stærri svona meira inngrip. Já, það sprautur sem er hormónum þá mættarlega og allir þessu dæmi. Já, en það bara blessunlega gekk í fyrsta og meðgangan gekk svona vel hjá henni og svo ákvað við bara ég færi beint í þetta þegar þú veist þar að kom. Ég var ekkert að fara í tæknisæðingar, uppsetningar. Nei. Já. Og það hefnaðist líka fyrsta í mér. Það? Já. En akkur ákvað að hafa svona stutt á milli? Var það bara eitthvað svona
Ég sko man ókslega vel eftir, við vorum bara eitthvað út að labba með hann og vorum bara eitthvað svona ókslega happy. Ég man ekki hvað hann var gamall, svona kannski 8 mánaða eða eitthvað. Þá fórum við bara eitthvað, heyrðu, eigum við ekki bara hending næsta. Og það geggjað svo. Já, og það náttúrulega, þú veist, maður þarf að plana kannski smá, þú veist, heyra í lyfi og svo loka þau hérna í mánuð yfir sumarið. Svo skríti. Ég skil ekki alveg svona verkferðlana. Þetta svona út af eins og, ég veit það ekki, því að þetta nógu erfitt, margir búin að kannski bíða lengi og nógum það. Já. Þetta bara, en ok, þið eigið með svona stuttum millibelli og allt gekk bara, þú veist, frekar vel, meðgangan og allt svoleiðis. Já, þú veist, við vorum alveg báða smá svona verkjaðar í grindinni. Já. Man, þú veist, þegar ég var að fara í hana fyrsta tíman hjá ljósmóður, 10 vikna, gengin 10 vikur, eitthvað svolítið, þá haldraði ég inn, sko. Oh my god. Þú veist, og ég veit ekki alveg hvað það var, hvort það hefði verið svona sethauinn sem var klemd eða eitthvað, og ég var bara haldrandi, alla meðgönguna. Shit, oh my god. Svo ég bara eitthvað svo, ég veit ekki, líklað, að ég bara var ókslega glöð með þetta allt, þú veist, þrátt fyrir, það var aldrei eitthvað svona, en það hyrra mig allan tíman. Líka eftir, hún var held ég 10 mánaða þegar ég gat ekki ennþá staðið á einu fæti að klæða mig í sokka, sko. Oh my god. En ekki svona hræðilega grindaglinn. Jésús. Sko, þetta var ekki grindaglinn. Kannski bara einmitt klemmt taug. Þetta var bara eitthvað mjög spes. Ég held að þetta hafi verið taugin, hérna, stærsta taugin. Já, það er svakalegt. Svakalegt. En finnst sko, ástæðan fyrir að okkur langaði líka svo að fá þig, því okkur fannst þetta svo magna. Ég man að sagði þetta við okkur í, myndatökunni, þegar við vorum eitthvað að tala ég man ekki, vorum við ekki að tala makan okkar. Jú, þið voru svolítið að rósta þá. Og ég bara, nei, fyrir aðeins. Og mér var svo magnað sem þú sagðir, og þú sagðir eitthvað að það væri svo allt öðruvísi þreita og upplifun að vera makin. Og mér finnst svo magna að þú hafi gert, og þið hafi gert bæði. Já. Fyrir hvor aðra, skilju. Akkurat. Þú finnst þetta alveg svolítið Já, ég verði svona aðeins að taka upp hanskan fyrir strákunum. Af því að ég hef verið þarna og þetta er bara eitthvað next level dæmi. Maður svona einhvern veginn setur sér bara alveg á hold. Þú veist, hún var í 36 tíma í fæðingu, eða þú veist, í hríðunum og öllu. Og þú veist, ég gæti ekkert verið eitthvað kvarti yfir bakinn á mér eða þreytu eða eitthvað, því ég þurfti bara svona að vera til staðar og svo bara einhvern veginn horfa á hana í hríðum, bara alveg kvalinn, sko, sárkvalinn og ósofin og bara einhvern veginn get ekki gert neitt. Þú veist, ég var alveg svona haldin í tárunum einhvern veginn. Svo þegar, þú veist, rembingurinn, þá var ég bara, sko, þetta var erfiðast sem ég gert, sko, bara horfa á hana, einhvern veginn svona. Þú veist, hún var bara, mér fannst þetta bara rosalegt að sjá hana svona, æskiljiði. Og svo náttúrulega fæðist hann og ég bara síðan koma út eins og Superman. Og bara fallegast það í heimi, sko. Þannig ókslega dýrmætt að hafa verið þarna sem stuðningur, svo þegar ég fyrir mína. Já. Það er svo magna. Já, það er alveg. Þetta er okkur magna, ég er mest bara hvað væri gaman að vera viðstödd fæðingu. En já, okkur fannst þetta mest bara svo magna að heyra frá þér, því að við vorum svolítið við vorum svona, hvernig gætum verið þreyttur og eitthvað, en það var óslega, mér finnst það óslega gott líka að heyra. Já, ég hef aldrei sofið jafn mikið eins og eftir þessa fæðingu hennar, sko. Og það er engin hormón í gangi hjá, þú veist, makanum. Þannig að þá ertu bara búin á því. Það er ekki að tala að konur fá eitthvað svona hormónum til þess að bara vera vakandi eða eitthvað. Ég allavega upplifði það, þú veist, eftir mína fæðingu. Þá var ég miklu meira svona alert og ready to go, sko. Hvernig myndir þú lýsa muninum, skilur, á því að upplifun? Já. Byrju. Ég veist, bara á því að fæða barn og vera... Þú veist, þetta ekki bara bæði geggjað, sko. Já, og það Elisabeth myndi segja að það að vera makin. Það er sko... Það væri svo vond við alveg ekki að segja það. Nei, auðvitað ekki. Já, auðvitað ekki. Þú veist, það er náttúrulega bara rosalegt að fæða barn, sko. Það er svakalegt.
En hvernig var eins og, þú veist, mér finnst líka svo áhugavert eins og þið, þú veist, þú búin að fæða barn, hún búin að fæða barn, nú ekki þið bara tala saman og það ekki geggja að geta verið bara eitthvað svona já, eitthvað, þú veist, að tengja svona mikið svona, bara maður þessu, eða skilju. Já, það var samt einhvern veginn, þetta var svo allt annað. Já, þú veist, hennar, hún þurfti að vera að fá dripp og fekk hérna mænudeyfingarloksins og eitthvað svona. Mitt, þá fekk ég svona, þú veist, á settum degi fekk ég svona gervihríðar. Og ég var alveg, ok, er þetta að gerast bara settum degi? Svo hérna, einhvern veginn, jafnaði það sig þegar ég fór fætur. Daginn eftir fæ ég sama, ég leið, ok, fæn, bara eins og í gær, fer með strákinn á leikskólan og bara í mega hríðir. Bara inn í hérna fataklefunum hjá honum bara alveg deyja sko og bara gerðist alveg smá hratt hjá mér bara góðan daginn ég var farin í vinnuna og ég alveg herru þú verður eiginlega að koma heim oh my god svo hérna þú veist mín fæðing allt í allt bara frá þessum fyrstu hríðum var 11 tímar ok wow stutt já og ég var eitthvað svona búin að ákveða mig langar ekki mænudeyfingu en það var ekkit eitthvað svona að því það væri betra. Nei. Ég var bara eitthvað svona, mér langaði að prófa. Já, bara eitthvað. Reyna að halda út. Já. Og sem gekk, sko. Ég var farin reyndar að öskra eftir þessari deyfingu þannig í lokin og ljósmórinn alltaf, já, hérna, býðum eftir næstu hríð. Það var svona tefja mig þess að því að þetta var bara komið að rembing, sko. Já, einmitt. Já, þannig, og hún, sko, var í belgnum. En hérna, ég fætti hana ekki þannig að hún var svo stór, 18,5 mörg. Vá, vel gert. Þannig að þú veist, hún eiginlega komst ekki út að þurfti að sprengja belgin, þú veist, í 10 cm útvikun. En annars hefði hún komið bara í hana sigurkupp. Já, ef hún hefði verið eitthvað tæni í, þá hefði hún komið í svona sigurkupp. Það er svo magna, þá eru bara svona, ég sé myndbundagi. Þegar maður er náttúrulega óléttið, þá bara eins sem að skoða er bara svona. Það er magna, sko, ég mælu með að googla það, sko. Já, mér finnst það mjög kjút, sko. Já. Svo hérna, ég fæ svona skjálta bara eftir, hérna, og ég bara titraði í, sko, sólarhringa eitthvað. Er það? Já. Ég lendi líka í þessu. Er það? Já, ég reyndar ekki svona lengi en alveg rosalega eftir á. Já. En ég reyndar misti svo mikið blóð. Ég held að það sé líka að ég hef verið bara eitthvað köld og blóðlaus hann. Þetta var rosalegt. Hún var eitthvað að tala að það væri eitthvað, þú veist, bara áfall eftir. Þetta er bara 100% bara eitthvað svolítið. Svona streitu áfalls eitthvað. Já, bara, ég veit ekki þessu hvað. Ég maður þegar hún kom niður á sængulegu þá hérna var ég verið að leggjast ón á mig. Já, það er ekki kall. Jú, ég var að deyja sko, það var svona hitapokar út allt og eitthvað. What? Ég hef aldrei heyrt þetta. Ég titraði svo mikið og það var náttúrulega verið að sauma og eitthvað svona, ganga frá ykkur. Já. Og hérna, ég bara titraði sko. Það er líka, þetta er svo óþægilt eftir allt saman vera síðan að láta sauma sig, eða veist, það er alltaf skrítið. Já. Liggur þarna bara eitthvað, oh my god. Já. Bara ég held að það væri búið. Einmitt. En hvernig var samt, þú veist, vera með svona stutt á milli, hvernig fannst þið það, svona að vera með börn? Það var rosalegt. Já. Sko, já, þarna, eftir 3 mánuði, eftir hún fæðist, þá fyrir ég að vinna og þá er ég bara með 2 bleiubönn einhvern veginn, þú veist, og hún var í vaktavinnu, þannig að hún var ofta að vinna á kvöldin og svona. Og hérna, já, það var alveg keyrsla, sko. Hann var líka frekar svona seinna að byrja að labba. Já. Þannig að ég var svona... Það halda um báðir. Já. Oh my god. Já, en maður einhvern veginn finnur út úr þessu. Já. Og svona komin inn í þetta bara, ok, ég bara verði að gera þetta. Já. Mér finnst þetta einmitt svo magnað. Hvernig, veist, ég sagði þetta þegar við hérna í ungbarnavendin, ég bara eitthvað var ógeðslega alltaf reitt eftir einhverjum nótt og Nóra þegar ég fengi eitthvað í magan eitthvað, ég bara, hvernig gerir fólk þetta? Eða skilur, ég var bara svona, hvernig á þetta að vera bara eðlilegt, skilur, að bara sofa ekki neitt og halda sig að fólk segir bara halda frá með dægir, skilur. Mér fannst þetta eitthvað svo klikkað, bara svona pæling, þú veist, að það eru bara allir sem eiga börn sem gátt. Já. Skilur. Það er nefnilega, þess vegna er ég alltaf horfandi á konur, þú veist, bara einmitt, eins og þú bara eitthvað,
2 lítið börn og maður bara svona, hvernig gerir þetta? Skilur út af því að þetta svaka pakki að vera með 2 lítir, sko. Þetta alveg pakki. En alveg yndislega líka náttúrulega. Hvað þá langt á milli þeirra? Það eru 20 mánuðir. 20 mánuðir? Já. 20 months. Ég vissi að ég væri ólétt þegar hann átti 1 árs afmæli. Já. En, oh my god. Já, þú komst að taka óléttumyndir af mér. Já. Þá varst það held ég 9 orðin. Já, var ekki eitthvað þannig? Sko, þú sagði mér ekki, en svo ég var bara svona, já, ólétt og þú varst bara, já, svo tilkynntir bara nokkru vikur seinna. Já, var ekki eitthvað þannig? Já, þannig ég var bara, oh my god, það var líka ólétt. Já, það er gaman. En það er, maður sjá, okkur langaði líka svo mikið, sko, að forvitnast smá svona, einmitt, sambandið og svo leiðis út af því að við erum mjög leiðilt, við erum ekki drullu við makan okkar alls ekki, við erum meira kannski bara svona, við erum oft bara svona, þú veist bara svona þetta venjulega eins og að vera bara í sambandi, en ég er ofta að hugsa svona einmitt, þú veist Er þetta öðruvísi að vera með konu? Já, þú veist, upplifið þið, eru þið með skilning? Er þetta sama sem það er að gerast eða er þetta öðruvísi? Ég held að það sé smá öðruvísi. Já. En samt alveg kannski svipað, sko. Já. Svona ég náttúrulega hef ekki verið í langtíma sambandi með manni, þannig ég hef ekki til að bera við. Nei. En, já, svona kannski öðruvísi svona skilningur. Já. Á þessum kvenlegu hliðum. Ég er að pæli, þú veist, og líka eins og með bara, eru þið báða bara, þú veist, og ég veit þetta er mjög svona eins og ég sé bara alveg bara svona mjög, hvað heitir það, bara svona setja kall og konu bara sikkur, en eru þið eins og með þriðvættin, eru þið bara on point bara Guð. Allt það? Nei, hún fer alveg svona í bylgjum, þú veist, eftir hver er með vaktina. Já. Mér finnst það svolítið svona, hún er alveg jöfn, en kannski meira álag á annari okkar á ákveðnum tímabilum. Já. Bara eftir vinnu og svona, þú veist, álagi. Já. Einmitt sem er náttúrulega bara eðlilegt. Ég er bara svo ofta pæli í þessu líka með hvort það sé bara í samböndu skilur, hvernig fólk er að gera þetta og... Sko, ég myndi segja, sko, ég verð að gefa henni bara feitt shoutout, sko, hún er mjög dugleg. En hún til dæmis eldar alltaf. Vá. Það er ógeðslega leiðilegt. Já, tengi. Já, en þá er ég meira kannski að, þú veist, ganga frá og svona eftir matinn. Ég veð í allt sem tengist svona viðhaldi. Þú veist, ég mæti með búarinn og allt svoleiðis. Og meðan hún situr kannski með kaffibollan bara algjör dífa. Til að ætlar hjálpa mér það. Ó, já. Það er geggjað. Já, svona misjátt eftir hvað okkur finnst skemmtilegt. Já, auðvitað á það að vera þannig. Það sé líka svolítið bara svona karakter kenginni, ekki endur eitthvað svona kallar konur, sé svona karakter enginni hjá fólki, og ég er eins og þú mist ekki gaman að elda og bara manni mínu finnst það mjög skemmtilegt og það er bara frábært og ég er líka oft bara eitthvað, hún finnst þetta gaman, skilju, þú veist. Og svo við erum meira með svona svæðaskipti í íbúðinni, ég geng ekki einu sinni frá allast, ég hjálpa alveg, skilur, ég hljómi en þú veist, við erum meira með svona svæðaskipt, þú veist, ég er bara með stofuna, baðherbyggi, ekki svefnherbyggi, eitthvað svoleiðis og hann er bara eitthvað svona, ég tek eldhúsið, skilur, og þetta er bara svona svæðaskipt við að þvotta á þessu, skilur, það er svona, ég held að fólk finni svolítið bara svona hvað virkar kannski svolítið með heimilis og svona þrói með sér eitthvað, en ég held að sé meira kannski, ég get alveg ímynda mér að sé öðru sem með konum þegar kemur að svona þegar þeir eru að vera svona gaurar, skilur, af því þú veist, kallmenn er svo, þú veist, simpul, þú veist, þetta er alveg svolítið magnað, skilur, hvað þeir eru ógeðslega einfaldir. Já. Og ég hugsa svona, hvað væri næstundum að bara, eins og þú sagði, skilningurinn er kannski aðeins. Ég hugsa oft bara, hvað er næs, þú veist, og ég hugsa bara, ef hann væri búin að upplifa fæðingu líka, það er alveg svona magna og væri kannski búin að ganga þetta er alveg svona, líka svona forréttið, þetta er bara hvað maki, bara hann er búin að ganga gegnum þessa lífsreynslu, skilur, þótt þessi ólíkt, sko, en mér finnst það bara svona áhugavert. Já, svolítið gaman, það verið báðum megin, sko. Já. Og líka bara eitthvað svona, ég veit það ekki, mér finnst það ekki að, sko. Hvernig tókuð ákvörðun hver ætti að ganga með? Þú veist, byrja. Þú veist, okkur langaði báðum, þannig að það var eiginlega bara svona,
Jú, það var svona smá, þú veist, svona fram og tilbaka, enduðum bara á því, þú veist, hún er ári eldri, það þurfti að vera einhver faktor. Þannig, ok, þú byrjar. Ég elska það. Ég elska það. En varst aldrei, þú veist, meðgangar hennar kannski gekk vel. Þú varst aldrei eitthvað svona, ég veit ekki hvort ég meiki. Nei, ég var alltaf bara gett vissum að ég væri bara... Þú veist, það hlakkaði bara til. Já, bara geðveikt made for this. Og svo náttúrulega byrjaði ég bara að haldra og vera ógeðslega farin. Og ég var náttúrulega ólíkt í COVID. Já, líka, ekki? Jú. Ég var nýbúin að eiga náttúrulega í COVID. Það var svona, já. Ég varst ólíkt í COVID. Þannig að það var rosa svona... Maður svona einangraðist alveg smá, sko. En ég er alveg loner. Ég fíl alveg bara minn eigin félagskap. Þú veist ekki bómaður? Jú. Já. Ég var bara, þú sagðir eitthvað á það sem ég bara, ég er bómaður. En ertu ekki líka eitthvað sportryggi eitthvað? Nei. Sko, nei, ekki þessi fyrstu 3. En ef við erum að fara eitthvað dýpra, þá held ég að sé sportryggi eitthvað þar, þú veist, Venus eða eitthvað. Já. Vá. Við erum allavega þessu, sko. Já, ég er rísandi meja. Rísandi meja. Það er alveg krefjandi á köflum. Við tengjum þar. Já, þau sem þekkja. En það er örgulega það sem að, þú veist, bara alveg sem með vinnuna þín og ég ger þetta, þú veist, að því rísandi er svolítið svona utanfrá, skilju. Það er svona detail. Ég man þegar það var ógeðslega næst að við komum í hérna, Elisabeth tók náttúrulega óléttu myndina mína. Já, oh my god, gæðugar. Ógeðslega flottar. Því ég var alveg svona, mætti alveg svona, mér langar ekki í the typical thing. Það er bara yes. En ég fann alveg svona, þú varst líka svona, þú er svona detail. Já, þú er ógeðslega góður ljósmyndari, sko. Ég fór líka með krakkana mína til þín og talaði ég sagði að þú ert svo góð með börnum og það bara, þú veist, það er eitthvað, þú ert eitthvað með þannig bara svona góða orku að börn bara soga staðir og dóttir mín var lengi eftir og bara hvað er þið Elisabeth og alltaf einhvern sér myndina hún veit alveg hvert tók skilur og bara svona heillar hann alveg því að hún er alveg svona smá svona tekur tíma að kynnast henni Já, mér er svo gaman, þetta er svona ákveðið challenge að ná krökkum Já, það er það og það er bara svo skemmtilegt hvernig þau hugsa og haga sér og leifa þeim bara svona svolítið að vera og bara svona finna út svona hvar maður getur svona ítt þeim aðeins til að ná þeim svona ítt en samt ekki yfir neinn mörk svona En hvernig með börn svona svo mín var ekki kjör, sko. Ég veit að hún er bara... Nei, guð, þau voru ekki kjör. Það er náttúrulega... Elisabeth ég var bara, sorry, og ég var bara, þetta var ógæðslega kræði. Þetta er bara svolítið venjulegt, sko. Já. Ekki þú bara stressaði. Ég var bara, rennibraut, það er einhverju hallið hana, jökull grátandi. Ég var bara svona, ég var hægt að vera svo myndið. Já, það var bara beil. Já, en svo var bara, Elisabeth bara svona, hún náði bara svo geðveikt svona náttúrulega myndum, ég elska það þú tekur svo nærð svona momentum svona, þau halda í hendur og jökull eitthvað að leika fíl æfattar og svona geðvika momentum sem er svona þú veist þannig að því að ég er svolítið í því sko þá finnst mér bara gaman ef að krakkarnir eru á fleyferð Mér finnst það geggja, ég ætla að mæla ótrúlega mikið með, en hvað myndir finnst þér það skemmtilegast að taka myndir af? Því að núna ertu svolítið, þú ert alveg í svona fashion, svo ertu í svona fjölskyldu, barna, þú ert, og líka eventum. Já. Þú ert svona mér finnst einmitt, svolítið þema hana, mér finnst gaman að mynda fólk. Já. Þannig, já, það er svona helsta, þú veist, get frekar kannski farið að segja mér sleiðilegt að mynda landslag. Já. Eitthvað svoleiðis. Þannig, mér finnst bara falleg moment. Já. Það er svona, þú ert líka mjög góð í, sko. Líka á eventum og svona. Það er bara... Já, ég er mikið í því. Já, þú geggjar hana Chili in June, hana Matti, hvað var það? Já, hana... Mr. Coe. Nei, hana matabóðið. Já, hana fyrir svolítið síðan. Já, alveg síðan. Já, og líka Mr. Coe, bara alla myndir, sko. Ég var bara að hugsa með að það voru geggjar á. Já. Ég var líka alveg bara, Elisabeth, ég kom út. Mynda mín. Já, við tókum alveg sessjón úti, sko. We did. She did me good, sko. Já, en mér finnst það líka svo geggjað. Þú hefur svo mikið svona passion fyrir ljósmyndu. Þess vegna er líka svo áhugavert bara svona, varstu kannski lengi að bara svona veistu, ég hugsa að byrjaði 2017, varstu kannski bara ofta eitthvað að halda aftur á eitthvað svona, ætti ég að vera ljósmyndari, eitthvað svona,
Já, sko, ég bara rosa mikið svona flæði. Já. Ég bara einhvern veginn óvart lenti í því að fá, þú veist, bara greitt verkefni. Ársatíð hjá Nova. Það? Ok, já, ég skal alveg gera það. Þú veist, kunni ekki að nota flass eða neitt, sko. Býtu, hvernig kom það til? Ég veit það ekki. Bara eitthvað, já. Nice. Og svo bara þá einhvern veginn var ég svona búin að opna á eitthvað ef við tölum bara orku. Já. Að opnaði á eitthvað svona möguleikan á þessu og þá var alltaf dett inn eitthvað verkefni, ég var alltaf í vinnu með og svo bara, þú veist, var þetta orðið það mikið að ég svona eitthvað, ok, heyrðu, ég, kannski bara lækka þess prósent, þetta meina hér, þannig ég geti fara að taka meira og eitthvað svona. Ætlaði samt aldrei eitthvað að fara full time, en var bara svona einhvern veginn að leyfa þessu bara gerast. Svo kannski, þetta svona fyndið, þú veist, þarna var ég bara í minni fastri vinnu og leið og ég hugsaði eitthvað, ég var gett til í að taka eitthvað verkefni. Þá bara fekk ég kannski svona 5 fyrirspurnir. Þú veist, ég var ekkert að auglýsa þannig. Og svo kannski hugsaði ég, þú veist, þetta alveg búið að vera svona. Þá hugsaði ég bara eitthvað, ég er bara á haus, ég get ekki tekið neitt. Þá bara kom ekkert. Þannig að það einhvern veginn svona eins og opni og svo ákvaði ég bara eitthvað, já, heyrðu, ég ætla bara að gera þetta. Og það bara hefur ekki stopp síðan, sko. Geggjað. Já. Ertu mikið að manifesta það? Já. Já, ég ætlaði að segja. Ég má bara vísa manifestation, sko. Agrís. Og svo bara svona, einhvern veginn, allar orkur manifesta og svona bara treysta því að komi sem þú vilt. Þú veist, ekki alltaf vera að svona bíða eftir einhverju sem þú ert ekki með, sem þú átt ekki. Heldur bara að vera sátt með þitt og þú veist, bara alveg sama að hverju það snýst, sko. Bara heimili eða hverju sem vinnu. Og svo bara einhvern veginn svona, já, vera sátt í því og samt alltaf með kannski einhverja drauma, en ekki vera að hengja þig á þá. Og það bara svona treysta því að það kemur það sem á að koma. Já, váka það geggjað. Það líka geggjað svona hugafara einhvern veginn. Því að ofta maður svo, og fólk bara yfir höfu, kannski svo mikið að leggja mikið kannski á bara að hengja sig á eitthvað, maður langar svo í þetta og gleymir kannski bara að, þú veist. Já, ég hef allavega góða reynsla af þessu. Ég byrjaði, þá var ég bara að taka eitthvað svona, þú veist, fjölskyldur og eitthvað svona, bara með dagsbirtu og svona. Svo fékk ég eitthvað svona, vá, nokkuð geðveikt að fara eitthvað að vinna með stúdíó og svona stúdíólýsingu og eitthvað svona. Þá var það bara svona draumur og ég var einhvern veginn ekki tilbúin í það. Mér fannst það svona of stórt einhvern veginn. Þannig að það var alltaf bara draumur og ég var bara sátt í mínu. Svo einn daginn var ég bara eitthvað, ok, ég verð að gera þetta. Bara, ég þrái þetta og þá bara fæ ég verkefni sem ég þurfti bara svona að fara að læra Photoshop bara overnight, sko. Og eitthvað svona, þú veist, bara googla bara hvernig virkar stúdíóljós og bara fikra mig áfram. Váka það magnasamt að hlusta því ég held að margir oft bara svona líka miklu fyrir sig eins og þú bara svona bara learn by doing og bara gera hlutina, þú veist. Og líka svona ekki vera eitthvað að, þú veist, svona svekkja sig á því að vera ekki eitthvað staðar ef þú finnur og þú ert ekki alveg svona búin að opna það að þá það bara fyrir að vera bras, þú veist, þanga til að þú ert bara alveg til. Já, váka það góð. Þá einhvern veginn maður svo fljótur að læra þegar maður bara all in í því. En hvað myndirðu, ef þú ættir að gefa einhver svona tips fyrir fólk sem að kannski áhuga ljósmyndar eða eitthvað langar að gera, hvað myndirðu, þú veist, ertu að horfa mikið á YouTube, þú veist, hvað lærir maður? Bara að gera. Þú veist, bara endalaust eitthvað svona tilraunast. Jú, þú þarft náttúrulega að lesa þig til og fullt á YouTube og eitthvað svona. Ég man ekkert alveg. Ég var alltaf að lesa eitthvað greinar og svona, og svo sko enn þann dag í dag ég að lesa mig til bara the basics, af því að maður getur einhvern veginn alltaf opnað eitthvað nýtt svona og þú veist, lært aftur af grunninum, þess að maður aldrei hættur að læra. Þannig að þú veist, þó ég held ég eitthvað svona, já, ég kann þetta alveg, en maður græðir alltaf á því að lesa meira það, þá einhvern veginn kemur einhver önnur hugmynd út frá bara grunninum.
og bara að vera með myndavél og nota hana, prófa, þú veist, ok, þetta virkar bara alls ekki hér og þá bara svona, ok, hvað var það? Þá ferðu bara heim og googla það. Þú veist, hvernig get ég lagað þetta sem að, þetta vesen sem ég lendi í þarna. Geggja. Bara æfa sig fjölskyldunni sinni og öllum sínum. Já, nei, ég er ömuleg í því, sko. Það? Já. Ertu ekki mikið að taka mynd af þeim? Nei. Sko, ég tek þau svona annars lagi upp í stúdíu. Oh my god, þú tók svo... Já, ég var það. Þú tók svo ógæðsla. Bötnin er alltaf bara aðeins að sæt. Stiga eitthvað, hvað var þetta? Og það var svona dökk. Hvað var það? Akkur sé stiga, ég veit ekki. Það er svona tröppur. Já, það kom, já. Og bara, þú veist, og svona dökk bakgrunnur og það bara svona þess að dóttin hefði verið svona fætt inn í hennan ramma. Ég var bara eitthvað, vá, hvað þetta passaði við. Þetta var tekið á 10 mínútum max. Það? Af því að þau voru snar og við bara, þú veist, ég var svona, heyrðu, hérna ekkert mál, bara get ekki sett pressu á þau, þú veist, ég er ekki að fara að vera eitthvað, jú, komið þið hérna, setið ykkur. Og þannig að við vorum bara að fara að pakka saman. Það var enda sko framkvæmdir í húsinu, það var bara brjáluð læti. Þannig eitthvað, nei, það var svona bóðskána. Alltaf gerast. Og og þá fenguðu eitthvað svona, jú, mamma, mér langar rosalega í myndir. Ok, gerum þetta. Setti 3 fótinn aftur upp. Ég var bara að taka þetta, þú veist, og með síma svona bak við svona íta á takkan. Náðum þessu bara á, þú veist, ég bara dritaði einhverju svona, búin að setja upp. Ég lega, ef að það var ekkert sem kom út af þessu, svo fór ég heim, það er alltaf eitthvað. Það er líka bara svo gaman einhvern veginn, minnst eins og ég segi aftur bara, og svo fallega myndina sem þú tekur og þess vegna bara, þú veist, það eru svo svona in the moment, skilur, maður sér það einhvern veginn. Þú veist, eins og ég fór í myndið hjá þér, ég var bara við Steinar bara, oh lord, það var ekki bara auðvitað sem við bara eitthvað hreift og eitthvað en það er alltaf eitthvað, en já það er ógeðslega, ég mæli líka með sko, minnst ógeðslega gaman að fylgja á Instagram þú náttúrulega setur mikið að vinnu ég er svo léleg en þú setur samt, minnst þú svo sko, þú varst náttúrulega ógeðslega fallegt heimili sem er svolítið svona Friends vibe já, kannski óvart svona, mér finnst það smá og síðan ertu líka bara að þú setur oft vinnuna inn, þú veist, mér finnst það bara svona, ef að fólk elskar líka bara gott inspo og líka bara, já. Mér fallegt sko. Æ, takk. Með gott auga. Ég er svona, tek svona rispur, þar sem ég er svolítið dugleg og svo kannski, þú veist, fer eftir álagi, hvort að ég hafi bara tíma ekki. En það er, mér finnst það alveg gaman og líka bara, þetta er bara eins og minningabók. Þetta er svolítið en maður er svona að skrolla niður og skoða bara sínar eigin myndir það er bara eitthvað, oh my god, já, muni eftir þessu það er svo gaman og líka, þú veist, eins og við rættum, þú veist, þetta er líka svo mikið, farið ekki oft líka bara kannski kuna sem sjá eitthvað einmitt fjölskyldumyndir hjá þér og sína bara þínar myndir, skilja tímböndum bara eitthvað, þannig að þetta er líka svona, þú veist, ákveður bara svona portfóljó eins og oft rætt, sko já, eitthvað leiti, sko Já, ég er ekkert að kaupa hennar auglýsingar fyrir mig, þú veist, þannig að maður svona þarf kannski að setja eitthvað þannig. Já. Þannig... Ertu bara með þína eigins, þú veist, ef maður ætlar að bóka myndtöku hjá þér, gæti maður panta bara heimasíðunni eða getur maður sendt þér? Já, það er bara þægilegast að senda e-mail, bara það er hægt að finna það á heimasíðunni minni. Já, ekki, elisabethblöndal.com. .com. Og það er líka hægt að senda á Instagram. Ég er svona aðeins lengur kannski að... stundum, þetta er það út svona, skiljið ef ég er að fá eitthvað mikið einu, sérstaklega að senda á mig helgi og ég kannski að gera eitthvað en ég reynir samt að halda vel utan á það En er ekki bara allar helgar hjá því núna? Bara, er ekki bara wedding og bara allt? Ég er rosa passasum á helgarnar mér finnst það svolítið heilagt sko, með krakkarna og svona Ég var náttúrulega að hugsa, hvernig virka það? Þú veist, ég er mjög passasum á það þannig Hann er bara svona einu sinni. Já, ég reynir það. Og hvað það er vel gerst. Ég held nefnilega út að það er örgulega bara í maður þegar ég var alltaf að farða. Það er alveg auðvelt að bara bóka sig bara óvart. Bara allar helgar, sko. Já, ég er svona meira hlaðinn á virkadaga og helst bara, þú veist, á vinnutíma, dagvinnutíma. En svo alveg einhver kvöld og svona líka. Og ef að það er ekkert verkefni sem ég þarf að taka helgi, þá er ég bara að kópla mig alveg út.
bara svara e-mailum og eitthvað bara á mánudeginum. Ok, vá, vel gert. Af því að ég var sko, þegar ég var að byrja þá var svona, ok, ég veit ekkert hvernig ég að gera þetta, þú veist, bara eitthvað ein í þessu og var svolítið svona workaholic, bara, mér fannst ég alltaf þurfa að vera í vinnunni og svona, nú er ég búin að finna svona balansinn, svona orðið þægilegt. En ekki Eva líka, hún náttúrulega líka byrjaði að mála og svona. Jú, en hún er teikna. Teikna, já. Svona höfum það á hreinu. Já, sorry. Nei, teikna ekki mála. Nei, ok, sorry Eva, ég meina myndlist, og þú sá sko. Hún kann að mála líka, sko. Já, ég veit, þetta er allir sem er svona eitthvað arti fólk er bara, það er allt annað, skilur, mála, vassmála, teikna, þú veist, allt þetta, en hún er þannig þið eru báðar svolítið svona Já, það er bara nýtt, sko. Þannig, já, og nú erum við eiginlega bara báðar í þessu. Og hvernig er það einmitt að vera bara báðar svona frílans? Er það ekki næsamt? Jú, eins og svona, sko við erum bara, hún er að finna út úr sínu og þannig ég er að taka kannski aðeins fleiri verkefni og meðan svona hún er að koma sér fyrir og við náum að fara, þú veist, á æfingu saman á mótnana. Æ, það er gaman. Já. Geggjað. Það er næs, já. Það er geðveikt. Ég var að með því googlaði nefnilega, sá greinina með Evu. Já. Sambandið. Já. Og þess vegna ætlaði ég að segja myndlistakonna, ekki málari. En já, ótrúlega fallega myndir, þannig ég mælu með að skoða það. Þið eru algjör svona power couple. Bara, en þið eru sko, ég ætlaði að mynda að segja það, þið eru með svona, þið gæti verið frá Frakklandi. Ef einhver myndi, finnst það ekki? Svona dökkar og bennir. I'll take it. Það er mig líka. Já! Ég var líka bara, mér fannst þú vera að benda okkur, ég var svona, ertu ekki saman með Ástrós? Já, því familjan, Ástrós og Elisabeth og Eva. Já. Og krakkanir. Þú gæti samt alveg verið með þig. Ég gæti verið auðperinn. Þú gæti verið auðperinn. Nei, ég er að segja það svona fyndið, þú veist, það eru margir sem bara, ég elska Japan. Svo er fólk svona oft kannski, þú veist, í japansku stíl líka, það er að meina. Þú veist, og eins og, þú veist, ég er mikið svona skandi núna, þá er ég bara svona, fattar þig. Ég verður eitthvað um að pælti, ertu bara með franskt hjarta? Mér finnst þetta bara svona áhugavert. Sko, já, hjarta mitt er alveg franskt, en ég hef einhvern veginn ekki tekið eftir eitthvað að ég sé svona út á við. Nei. French look. Já, en mér hef oft fundist Eva verða. Já, alveg klálega. Alveg klálega. Og líka bara svona klassi. Já, hún er svona, svona frönsk eitthvað. Já, hún er líka mjög down to earth. Það svona lýsir sér í öllu sem hún gerir. Í hvað stjörnumerki er hún? Hún er naut. Hún er naut. Það hefði ekki ekki skað það, sko. En maður þekkir hann smá. Já. Áhugavert. Já, það er líka bara svona, mér finnst það bara svona áhugavert pæli í þessu. Það er bara... Við erum ekki compatible á neinum svona meðlum. Bara eitthvað. Já, nei. Here we are. Það er svona, er það eitthvað, ég er ofta að sjá bara eitthvað svona einmitt, að ég og Steina bara, það sé bara, passi enga veginn, þú veist, Meja og Asperi saman, það sé bara... Bara way off. Það er bara way off, passi bara enga veginn saman, sko. Já, ert þú Meja? Já, ég er Meja. Þannig það er svona, og ég er rísandi naut, þannig... Oh my, þú hreyfiði líka alveg svona, bara, minnst naut oft svona lappa svolítið tignarlega, svona ákslega rólega, down to earth. Það er þannig, væp í þér, sko. Og það er fyndið. Já, naut er þannig, ég sammála okkur, það er svona, fá þú að segja þetta, svona, öll svolítið svona... Minnst naut vera líka ótrúlega svona típur sem myndi ekki trúa stjörnuspá, sko. Ég á 2 vinkonur, þær eru gett svona, verða að fá rök fyrir öllu, svona. Já. En ég veit ekki. Eva er mjög spiritual. Er það? Já, hún er að leggja tarotspil og eitthvað svona. Okay. Mamma hennar sko búin að kenna henni allt. Já, en svo er þetta einmitt líka svo mikið, alveg tala stjörnmerki, þá er líka með rísandi og tungl og eðvistindi er ekki bara eitt, en mér er gaman að pæla þessu. Við erum að taka annað svona þátt. Við erum alltaf inn á þetta. Ég er þessu fyndið. Já, við erum orðin bara svona, mér finnst það svo oft gott að heyra bara til að, þú veist, ég líka oft bara við börnskilu, bara hvað stjörnum ekki þessi sé ég. Það er sko mjög gaman að spá í börnurum. Já, ég pæla alveg mikið í því hjá þeim, sko. Það er eitthvað svona skilningur sem kemur, sko. Allavega, ég trú á þetta. Ég er búin að vera síðan ég var barn, sko, alltaf að tengja við eitthvað stjörnuspá hérna bara í Morgunblaðinu. Já, ok, ég tengi mikið, sko. Sumir tengja ekkert við, sko. Ég held ég sé bara svona klassísku bómaður. Eða? Ég tengi við allt. Ég finnst það. Mér sko bómenn bara, þú veist, ég þekki ótrúlega að fá bómenn. Ég held að segja bara þú,
þú veist, ég þekki lenga þannig. Já. Þetta svona, mér finnst líka bara svo áhugavert því að þá fyrir ég að lesa til manneskina, þetta bara svona, ef maður er áhuga fólki, þá finnst mann þetta skemmtilegt, sko, þannig. En já, ég bara, vákvæði búið að vera skemmtilegt spjall. Já, ég bara, hún læra svo mikið, líka svo gaman að heyra, líka allt, þú veist, bara þig og ljósmyndin og, já, og líka bara geggið, ég mæli svo mikið með að fara til þín í ljósmyndum, en það mjög, nei ekki ljósmyndir, í myndatöku, en það mjög, bara, hún að fara að kenna líka annað, nei ég að meina út af því að, en það svolítið erfitt, ég hef oft reynda og svo bara eitthvað, bóka, það gekk vel hér. Þannig, bóka tímalega, er það ekki? Jú, það klassískt, svona. Já. En bara takk æðislega fyrir að koma. Þetta var að gegja spjall og bara vákvæðum ánægður að þú komst. Já, þetta var alveg erfið fæðing. En jú, þetta var gaman, mjög gaman. Já, bara geggjað. Og fer bara heim í brunch. Já, beint í brunch. Já, geggjað. Æði. Geggjað. Bye.